Góðan og blessaðan daginn og þakka þér fyrir að kveikja á þessari upptöku. Þetta lítið podcast sem ég að þróa og að prófa mig áfram með. Og í dag ætla ég að ræða eins við ykkur föstuna og sem partur af kristninni og hún stendur yfir núna í 7 vikur fram að páskum. Og það segir hér á Wikipedia föstuna. Löngu föstu kristina má rekja til 40 daga föstu gyðinga fyrir páska. Heilbrigðissjónarmið virðast hafa ráðið miklu föstusiði eftir landsvæðum og síðar gildi þess meðal hirðingja að fella ekki lambfylltar ær sem áttu að bera á páskunum. Gyðingar skipuðu því bann við kjötáti 7 vikurnar fyrir páska og það frumgerð löngu föstu eins og hún tímasett í dag. Páskarnir voru því uppskeruhátíð og nýfæddum lömbum slátrað með mikil hátíðahöld. Páskalambið sem trúartákn frá þessum tíma runnið. Á dögum Krists voru gyðingar ekki lengur hirðingjar, en páskalambið lifir áfram sem trúartákn, en í stað þess voru þeir orðin akuryrkjuþjóð og því var hátíð ósýrða brauðsins búin að bætast við tákn páskana. Svo mörg voru þau orð. Fastan hefur skipt okkur Íslendinga miklu máli, sérstaklega í kaþólskum sið og við höfum kannski slakað á því allt og mikið í lúterskum sið. En það má segja að fastan hafi lagt grunninn að efnahag Íslendinga. Hvernig má það vera? Jú, það að þegar við fórum að flytja út saltfisk upp úr 1400 og fram á okkar daga til kaþólsku landana í Evrópu, þá venkaðist okkar hagur og við seldum fiskinn til Evrópu, til Spánar og Portugals og fleiri landa. Ég að sjá betur efstu purtana þessari mynd. Já, og þá og Ítalíu og Frakklands og víðar. Við seldum líka skreið á seinni tímum til Nígeríu mikið og þar bleytti fólk upp skreiðin eins og Íslendingar höfðu gert aldir. Það var ekkert salt til á Íslandi, þannig að það var bara þurrkaður fiskur, tross og svo framvegis. Og en þegar saltið kemur á miðöldum þá förum við að salta fisk og getum geymt hann öðruvísi. Og hann verður svona vinsæl útflutningsvara og besti saltfiskur í Evrópu talið vera bacalao sem þá spænsk útfærsla og matreiðsla. Það mjög góður matur. Og þeir borða fiskinn sem sagt alla bara föstuna og árið kring þá fasta menn á föstudögum, en það heitir dagurinn föstudagur, og borða gjarnan fisk. Þannig að þetta nú svona sterkur siður í Evrópu og lagði grunninn af okkar efnahagslífi. Við höfum grætt milljarða á því að selja saltfisk til Evrópulandana. Þegar ég var prestur í Neskirkju, byrjaði þar 1999 og var þar til næstum til ársloka 2014 í 15 ár eða svo, með einu hléi þegar ég var í burtu í námsleyfi. Þá og þegar við höfðum byggt nýja safnaðarheimilið með torginu og göngugötunni sem tók svo vel að hanna, þá héldum við á föstunni, það að segja 6 föstudaga á föstunni, við slepptum föstudeginum langa og vorum þá með saltfisk í hádeginu, svona bacalao, svona suðræna eldamennsku. Og fólk kom í hópum og tók þátt í þessu. Svo vorum við með svona örerindi, einhver kom og sagði frá fiskveiðum, einhverju slíku. Einu sinni fékk ég til dæmis Einar Guðfinnsson yngri sem var þá sjávarútvegsráðherra. Ólafur Hannibalsson kom, hann hafði þýtt merkilega bók sem heitir á íslensku ef maður rétt Ævisaga Þorsins og hún þorskveiðar í Norður-Atlantshafi sem hafði gríðarlega mikil áhrif á efnahag á Íslandi, í Bretlandi og í Kanada, Nýfundalandi og þar. Þannig að þarna voru flutt svona örerindi. Ég sagði ekkert tíma frá þessum tengslum föstunnar við efnahaginn á Íslandi og hvernig fiskur og efnahagslíf
og trú hafa myndað og lagt grunninn að þessum miklu velferð Íslands. Og svo málaði ég einu sinni þessa mynd, þess vegna hún með hér upp á vegg og hún sýnir prest sem í mikilli gleði að helga brauð og vín, það er borðsamfélagið, og yfir keltneskur kross, það er kross með sólhring, sólskífu, sem minnir á hina keltnesku útgáfu af krossinum. Og byggarinn og brauðið þetta svífur allt í loftinu og myndar hring ásamt uppréttum höndum prestsins, það er hringtáknið. Og svo eru jarðlitirnir, það er presturinn þarna, hann stendur á jörðinni í moldarlit og svo er það litur sólarinnar á himninum. Þannig að þetta er svona himinn og jörð sem sameinast. En svo er hann í hökli og hökullin er þetta mikla ponsjó sem að brugðið er yfir presta. Presturinn er vilt í hvítum kyrtli sem kallað er alba eða rikkilín og alba merkir hvítur, samanber albinói. Og svo yfir kyrtilinn þá fer presturinn í hökul sem er messutákn. Og á föstunni er hann fjólublár, bæði á aðventu, það er svo jólaföstunni og líka á lönguföstu. Og þá er fjólubláu liturinn og í þessu tilfelli þá er þessi hökull sérstaklega málaður með hugmynd það að vera hökull á lönguföstu, því að á baki prestsins er flattur þorskur, ef þú skoðar vel. Táknið það hvernig þetta sameinast allt. Himinn og jörð, efnahagslíf, fiskurinn í hafinu og trúað fólk sem að heldur föstuna. Já, fastan, hún er dálítið merkileg. Sko, aðventan er líka fasta, hún er jólafasta og hún er í 4 vikur en hún er nú illa haldin á Íslandi. Það er búið að eyðileggja hana af kaupmönnum og poppurum. Það er görgu jólalög alveg frá því í nóvember og fram á jólum og veitingamennirnir þeir sjá sér leik á borði og fá okkur til þess að éta jólamat í 6 vikur áður en jólin byrja og það er allir búin að fá jólasteikur í öllum gerðum og alls konar hlaðborð og allt sem ekki hugsast getur og þannig að það er vandræði að velja eitthvað gott á jólunum. Og þetta er svona þessi ofsi í okkur Íslendingum og einhvern veginn taumleysi, við náum ekki að hemja okkur, við getum ekki neita okkur um neitt. En að því ég var að tala um föstu, þá er hún, sko það býr í okkur einhver löngun til að taka þátt í föstu. Og við sjáum þetta á netinu, það er hver gúrun og fætur öðrum sem ekki stígur fram og er með eitthvað föstuprógram. Þú ert að borða svona eða borða þetta og gera þessar æfingar og þá hverfur að þér líkamsfitan eða þú styrkist og þú eflist til líkama, sálar og anda. Þannig að þetta er nú sko í okkur löngun til þess að bæta okkur og taka okkur á. Kirkjan hefur vitað þessu alla tíð og hún hefur gefið okkur þessi föstutímabil og svo hátíðnar á milli. Það er að segja páskana sem er aðalhátíð kristninnar og svo hvítasunnan og svo jólin. Og þetta er allt stórmerkilegt og gefur nú lífinu lit. En auðvitað skiptir mestu máli að maður skilji þetta og gefi sér tíma til að íhuga hvað felst í þessum táknum. Hvað snúast jólin, hvað snúast páskarnir, hvað snýst hvítasunnan. Og gleðjast virkilega á hátíðum en hafa svona aðeins fábreyttara líf þess á milli. Það er ekkert gott að hafa hátíð alla daga og jólamat alla daga ársins. Það gagnast okkur ekki. Tilbreytingin er mikilvæg. Og það að neita sér um eitthvað, það er líka það er ákveðin list að segja nei og láta ekki ytri öfl stjórna öllu hvað maður borðar og hvað maður kaupir og hvernig maður lifir. Reynum að ráða þessu sjálf og gera þetta þá með stuðningi og visku aldanna. Þetta var nú föstuna og svo líka þetta með fisktáknið. Það notuðu kristnin menn til þess að auðkenna sig í gamla daga. Þá voru ekki til neinn svona, þá voru engin farsímar og engin svona kenniorð eða kennitölur. Heldur áttu menn þetta kristták sem var teiknað svona eins og fiskur með sporð, bara 2 svona bogar og
og menn kannski teiknuðu þetta í sandinn með tánni eða hitt eitthvað sem þau þurftu að tala við og voru að koma í nýja borg og vildu gefa til kynna að þeir væru kristnir og væru að mæta hérna einhverjum. Eða ef að heiðinn maður kom þá skildi hann ekki þetta tákn, en ef að hinn var kristinn þá náðu þeir saman. En af hverju er fiskur notaður það? Jú, það er nefnilega þannig að fiskur á grísku er ichthys. Og samstafan, það má leysa hana upp, EX-US í grísku, það er Jesús Kristos Theos Hyos Soter, sem merkir Jesús Kristur, Guðs sonur frelsari, ichthys. Það er táknið merkir þetta. Og þetta tákn hefur fundist í katakombunum í Róm til dæmis. Þetta notuðu menn forðum til þess að gefa til kynna að þeir væru höndlaðir af Kristi. Og fastan er tækifæri til þess að leita drottins og ná því að fagnaðarerindið komist inn í hjartað, að við verðum höndluð af Kristi og kærleika hans. Þetta voru þankar föstuna. Þakka þér fyrir að horfa eða hlusta og Guð gefi þér góða föstu framundan og gleðilega páska þegar þar kemur. Góðar stundir.